Hvernig þetta búið að vera? Þetta náttúrulega búið að vera alveg frábært, mjög mikil keyrsla og það bara búið að vera mjög gaman. Hópurinn í góðum feeling og svona. Heiðar að vísu lenti í því að fara úr kjálkalið. Já. Hafnarfjarðar kjálkinn eins og við köllum það núna. En það lítur allt bara þokkalega vel út. Hann orðið góður eða? Já, það held ég. Það eitthvað búið að kíkja á hann og við höfum passað í þessum uppákomi þar sem við höfum verið að spila núna síðustu daga að hann hefur ekki mátt að opna munnin nema svona 75%. Já, ok. Það er alveg staðið við það þannig að þetta sleppur. Það er eina að velja lög sem ekki með mikið af það er svona e-lög. Hvernig þetta búið að vera hjá ykkur? Þetta stíf dagskrá alla daga? Þetta er býst að mikil keisla, mikil svona viðverð. Það er svo mikið batteri á þungt sko að til dæmis eins og í dag sko mætum við hádegi, tökum eina æfingu og svo er dómararresli í kvöld og okkur er ekkert sleppt úr húsi sko á milli. Það er rauninni bara viðverð í húsinu kannski bara í 14 tíma. Við erum búin að vera hérna frá því á sunnudaginn einhvern veginn 10+ dagar. Ég held að það hafi tvisvar svona komið fyrir sko að vera svona 3-4 tíma punktur þar sem að við geta farið til dæmis í venjulegu fötuna. Það er mjög skrítin tilfinning. Það er í venjulegum fötum og að fólk sé ekki að glápa á mann og veifa mannið og taka myndir af sig með manni. Þannig að þetta er búið að vera mjög gaman. Þið eru búin að vekja mikla athygli hérna. Eru þið með marga aðdáendur? Já, alltaf fleiri og fleiri. Það er gott. Fleiri og fleiri og betri. Og já, við vöknuðum hérna allir í morgun með mjög þakklátir hérna út af elsta aðdáendunum okkar sem er Óma Emma heitir hún, sem er 104 ára. Sem að hérna sendi mynd af sér með okkur inn á Facebookið okkar í nótt. Æði. Og þetta er bara búið að vera. Þetta er ótrúlega þakklátt einhvern veginn að fá svona innsýn í þetta. Þetta er svona Eurovision heimurinn að við svona fattað svona smátt og smátt að við vorum ekki bara skrýtnir kallar í litríkum fötum. Svona leið okkur fór svona komast að því að það var einhver boðskapur í þessu og lægi gott og svona þá komið einhvern veginn svona annað hljóð í strókinn. Það hjálpar náttúrulega að vera með fullorðna kalla í pálagólum. Já, það er alveg. Það hjálpar. Og eru það að ná að dreifa boðskapnum? Já, það held ég. Mér sýnist það. Og allir einhvern veginn látið mjög meðvitaðir um hvað við stöndum fyrir. Það er náttúrulega frábært. Já, við finnum það yfirleitt að fyrsta spurningin til okkar er frekar boðskapinn heldur að séu fötin okkar eða sporin eða eitthvað svona. Þannig að þá biður maður ekki meira. Það er boðskapurinn skiptir náttúrulega máli. Já. Eru þið stressaðir? Og aðalega stressaðir á því hvernig við eigum að höndla alla þessa bið í höllinni. Þannig að við höfum verið mjög duglegir, við Bibbi förum út að labba, labbum svona fram og tilbaka. Við pössum okkur á því að drekka nógu mikið af vatni og þetta er lúmskeyrsla. Það er lúmskeyrsla að vera í henni. Þannig að dagurinn í dag og dagurinn á morgun þá eru þið bara meira að minna hérna í höllinni? Það er bara svoleiðis. Það er svona að við fáum þarna, getum hlaupið í ræktina á milli 8 og 9 og svo kaffibollu og bara beint upp eftir. Svo er þetta bara heimurinn. Það er bara henni. Er eitthvað sem hefur komið ykkur á óvart hérna? Já, alveg rosalega margt. Eiginlega bara næstu því allt. Já, ég hugsa bara allt. En fyrir mig kannski aðalega hvað þetta er búið að vera gaman og hvað allt þetta stóra furðulega fólk, þessi hörðu Eurovision aðdáendur sem eru mjög skrýtnir svona þegar maður sér það fyrsta skiptið, hvað þetta er indælt og innlægt fólk, hvað er gaman að vera með. Já, það er svona minna skrum heldur en ég held. Ég held að það væri meira svona bara allt tyggjóbleikt og einhvern veginn. Það er bara fullt af hugsandi fólki sem er að gera hlutra með hjarta. Í tyggjubleikum fötum samt, sko. En á bakvið það er eitthvað stuð, eitthvað svona gleði sem er hægt að tengja við. Einhvern svona drifkraftur, fólk er að gera hlutra með hjarta. Erum við að fara að vinna? Það er ekki alltaf í þetta til þess að vinna. Ég ætla að vinna.